Já, verið velkomin í Game TV. Að þessu sinni kominn gestur á Game TV heimilið. Það Birkir Fannar eða leikjarinn eins og hann kallar sig. Sérfræðingur í svona retro stöffi og hann búinn að koma með hluta af dótakassanum sínum. Vertu velkominn. Takk þér. Þú ert svona mikill áhugamaður upprunan eða svona eldri tölvuleikjastöf. Já, þetta byrjaði þannig að ég sá ykkur í sjónvarpinu. Ég fór brotnaði NST og fann ykkur í sjónvarpinu. Og við vorum mjög gamlir og það. Alveg, skeggið nýbyrjaði að koma og ég fór svo bara á netið af því ég hafði lítið annað að gera. Og þar fann ég Angry Video Game Nerd. Þá hugsaði ég bara, ok, ég elska þetta gamla og hef alltaf gert það og það var áhugavert að gera þætti og fleira og kynna nýju kynslóðinni og gömlu kynslóðinni og gefa bara öllum bestu both worlds. Ok, og menn geta fundið hvað ertu með? Ertu inn á Facebook leikjarinn? Ég á Facebook sem leikjarinn og Instagram að reyna að gefa fólki þar innblástur og inn í mitt líf þegar ég er að gera eitthvað en þættirinn ekki byrjaðir. Nei, en það svona þú stefnir. YouTube það vesinn, af því að ég vona að fer enginn á gamla YouTube-inu mitt, þar eru cringy gömul myndbönd og kíkið þangað inn maður, leikjarinn á YouTube. En ég reyna að finna út hvernig ég get komist inn á það og eitt öllu. En verið fljótt áður á kemst það í, bara tekið á sig. Það verður að sjá upprunan. Gæti gæst í dag. Já, en allavega, þú komið með nokkra græður, þú ert náttúrulega hellingastöffi. Þetta allt sem kom í töskuna. Og svona ýmislegt sem vakið áhuga minn og við byrjum hérna til þess að þú varst að sýna mér eitthvað hérna sem heitir svona Game Genie. Game Genie? Ég held að mjög margir séu kannski brosandi núna að heyra þetta. Þetta þú veist, svona einhver svunda og eitthvað svona dót á þessu. Hvað þetta? Þetta apparat. Ég fann þetta í Coloportum. Ég vona að gæðin sé ekki horfa þess að sendi mér þetta. En ég var með komið nokkra hluti og ég sá þetta í kassanum og ég alveg, guð minn álmáttur, hann er 20-30 skall fyrir þetta. Nei, ég fekk þetta bara með finnudótinu, 300 skall. Bara gefið sér. Þetta lítur út eins og worthless piece of shit. Þetta bara eins og eitthvað rusl sem við finnum. Þetta rosalegt. En þetta það sem fólk notaði gamla daga til að svindla. Já, ok. Eins og við kannski þekkjum að hafa skrifað á blað öll svindlin í GTA San Andreas og fleira. En í gamla daga það var þetta. Þú veist að, ég getum sýnt þetta með Mega Man. Setur þetta svona í. Og svo inn í þetta af því að Nintendo tölvuna sem við þekkjum, gamli grái kassinn, treður inn í tölvuna og svo kemur kóðið á skjáinn, Game Genie og þú kannski skrifar bara A7721 eitthvað og þá kannski deyrðu aldrei í leikinn eða það bara alls konar sem getur gert. Það svona framlegging á leikinn eitthvað. En þótt þú áttir þetta, þá þyrftir þú samt að eiga eins og ég man rétt að Nintendo Power sem bara kom ekkert út hér á landi. Þetta var svo sem drastlega á landinu. Þessi gaur hefðu aldrei heyrt internetið það? Það reyndar var það kannski ekki þing einu sinni þá, þegar þið voru að þessu. En allavega, kannski ekki skítið ekki heyrt það. En allavega, já, þannig að þetta nú eitthvað sem við, nú smellir maður þessu bara upp á Google í dag og finnur hinn ýmsu sögum. Við hafum áhuga á Game Genie. En þetta lítur alveg mjög vel út. Nú annars þú ert náttúrulega með hérna Piece of Video Game History. Það ET leikurinn sem kom út á Atari og hann var settur þetta 82. Þetta nú hvaða leikur sem náttúrulega kom bara tölvuleikjabransanum á hliðina, var það ekki? Já, sko, ég myndi segja að þetta hafi verið blessun og curse af því að þetta kom og bara hrundi tölvuleikjaheimurinn bara. Þetta var bara á niðurleið. Þykir einn versti leikur allra tíma? Já, ég myndi nú segja, kannski förum aðeins í hennar eftir en þessi allavega... Þessi agalega slæmur. Hann allavega á topp 2 verstu leiki allra tíma. Alveg pottþétt og þetta var þannig að bara tölvuleikjaheimurinn var hrapa og þannig gerðist þetta með, þú veist, við fengum Mario og Donkey Kong og það bjargaði heiminum, sko. En sagan var náttúrulega að þeir héldu að þetta besti leikur í veröldinni. Þeir héldu að þetta bara... Gáfu framleiðendunum bara smá tíma til að búa til, var það ekki? Já. Og hvað fekk hann, 2 vikur til að henda í ET-leik? Eitthvað svoleiðis. Svo framleituður bara... Endalaust. Já, ég held að það bara 1 stykki á hvert mannsbarn í heiminum og það var rándýrt, því að þetta náttúrulega ekkert ódýrt að framleiða svona kubb með alls kyns örugglega ekki einu sinni þá, sko. Nei, þannig að þeir hentu í það og niðurstaðan svo að þeir eru búin að vera að fylla bara landgrunna af þessum leik í Bandaríkjunum þar sem að þeir eru alveg bara fylltu heilu landsvæðin og komið meira sér heimildamynd um urðurina á þessum leik. Já, og það var líka svona gaman í gamla daga, þú veist, þetta satt? Þetta lygi? Og svo náttúrulega talandi Angry Video Game Nerd, þá gerði hann bíómynd þetta dæmi og þannig að þessi leikur bara búinn að vera frægari og frægari með fólki sem hefur gert myndbönd
Kannski gera ég mitt eða minn og kannski grefi hann út í garði. Já, það er þannig, þegar ég myndi grafa hann út í garði klálega. Ég hef svona vaxið jafnvel upp á honum eitthvað drast. En allavega, ég heyri að áhorfendur eru að spyrja Robotakvikindi, hvað drasl er þetta hér? Þetta er, hvað heitir hann? Rob the Robot. Rob the Robot. Eða Robot Operation Daddy. Ok, og hann er, sko, hann kom með þessari hér, er það ekki? Já, Famicom. Þetta er fyrsta Nintendo tölvan. Þetta er ekki, við kannski höldum að Nintendo Entertainment System sé fyrsta. Þessi kom undan, þessi er í Japan, þetta er japansk útgáfa. Já, þetta er rosalegt, maður var alltaf þorur að hreyfa þetta hratt sko því að þetta er mjög svona veiga lítið og það er náttúrulega stýripinnar með þessu hérna. Þetta er náttúrulega framleitt af Nintendo og náttúrulega lítið mjög svipað út, náttúrulega bara Nintendo sem við þekkjum hér. Þannig að þetta er undanfari hennar, þessi vél. Og þessi Rob var búinn til fyrir hana. Já. Af hverju? Sko, þetta var þannig að þegar þeir voru að reyna að selja okkur NES, Nintendo Entertainment System, þá vildu þeir ekki að þetta myndi líti út eins og leikfang. Þetta líti svolítið út eins og leikfang. Já. Og þess vegna heitir hún Nintendo Entertainment System, það mátti ekki vera Game System. Já. Og þeir hugsuðu, hvernig getum við selt fólkinu sem við erum að aima þetta að, trökkunum, hvernig getum við selt þetta eins hratt og heita lumur. Og ég er búinn að lesa margar svona útgáfur og articles og svoleiðis. Og allir segja að Rob, hann bara fékk hjart okkar og af því að það var vélmenni sem fylgdi tölvunni, þá vildi allir með tölvuna. Og fylgdi hann með alltaf tölvunni? Hann fylgdi með NES. Ok. Ég er ekki viss með Famicom. Ég held að hann hafi bara verið dálítið svona vinsæll í Japan. Ok. Og ástæðan fyrir hann var gerður, var það ekki... Two-player. Fyrir two-player? Já. Það var náttúrulega að reikna með að fólk ætti ekki vini sem spilaði tölvuleiki. Já. Og þá var í rauninni eina leiðin, eða þú veist, ein af leiðinum var að þú veist, láta hann í rauninni var það ekki spila. Hérna fjárstýringin hans. Býtu, hérna, þú bara í rauninni setur hvaða fjárstýringur hérna í er ekki? Já, með A og B. Og þá getur ítt á A og B-takkan og hann gerir það vélmenni. Þetta er sett fyrir fram að vélmenni þetta hérna. Hérna er einn leikurinn, hérna er Stack Up. Ég veit þetta, það eru bara 2 leikir sem er búin til, ég veit ekki alveg hvað hinn er. Þetta er sem sagt Stack Up. Þetta var hann maður. Og í því þá, kannski sýni ég ykkur Germant. Já, það er alveg leikur. Þetta er hér sko. Ég skal bara setja þetta í gang. Þá snýst þetta alveg svakalega. Þetta snýst alveg á miljón. Jep, þetta er eins og endinn á Inception. Þetta er bara Beyblade, fyrsta Beyblade. Þetta er fyrsti fidget spinner. Já, þetta er rosalega. Svo bara keyrið þetta í gang. Hann sem sagt hreyfir sig og tekur þetta upp. Og þeir hugsuðu, hvernig getum við látið þetta lenda á þessu og ekki detta? Það meikar ekkert sens. Og það er bara gravity. Já, og þeir bara láta detta á og þá fer B eða A-takki niður. Þetta er gríðarlega flókið og það er náttúrulega dýrt að eiga ekki vini, greinilega. Nei. Þú þurfa að vera með þetta kvikindi hér. En hann talaði ekki eða neitt. Nei, hann það er að reyfa ykkur og bara gera eitthvað. En svona, já, bara til að... Hann bara ítti á þess að þú takka A og B, var það ekki? Já. Það var eina sem hún gerði. Það var eina og þú getur bara að nota fjárstýringuna sjálfur, bara A og B, eða fengið vin heim og spilaði leikinn. Þú varst ekkert hérna að Rob, mér líður illa. Hann var ekkert að svara. Nei. Hann var skít sama. Það hefur verið flott. Já, ef þú veist, þetta var ekki svona vinnur í raun. Nei, hann er ekki vinnur okkar, sko, þessi. Þannig að þetta var hugsað svona bara sem two-player, þannig að þú getur spilað með einhverjum öðrum. Já. Þannig að ég hefði alveg gott að svo í dag, þú veist, ég á ekki mikið af vinnum, sko. Já, það væri gott að fá hann lánaðan Rob og en það er verst náttúrulega að hann svona talar ekki mikið, sko. En það er Rob, þannig að þetta var gríðarlega hefur verið þótt mikil bylting. En ég held samt að fólk kannski fílar ekki Rob og hann er svona alltaf sætur og allt það, en þetta er svolítið svona junk. Já. En mjög mikilvægur partur af tölvuleikjaheiminum af því að þessi gæi seldi örugglega mjög margar tölvur. En hann alltaf lúkkar betur en hann virkar kannski. Já. Í dag alveg. Nú svo ertu með hérna, rosa, það er Mega Man. Mega Man 2. Ég veit ekki hvort það sjáist, þetta er Mega Man 2, þú veist, bara það er hann er eins og maður fastur í stálbúning sem líður verulega illa, Mega Man. Hann er svona raunverulega teiknaður. Já. Ekki svo við þekkjum á svona teiknumynda útgáfu. Hérna er hinn, ég vil sýna fólkinu hérna. Rockman 2. Rockman 2. Þarna, svona þekkjum hann, þetta er japanska útgáfan. Þannig að það breytti svolítið lukkið á hann. Já, þetta gerist, við fengum mjög mikið svona hérna hinum meginn á heiminum að boxartið var eina sem hún hafði, þú vissi ekkert hvernig þessi leikur var. Nei. Og myndið var bara, já ok, þetta er eitthvað geggjað, svo er þetta kannski glata. Já, maður keypti rosa mikið af leikjum þegar maður var yngri, bara út af hvernig hulstir lukkaði. Já, sérstaklega á Atari. Já, en núna heyrir það bara sögunu til og þeir reyndu þetta með drenginn og E.T. Algjört fail, epic fail. Ég myndi ekki googla og sjá hvernig leikurinn lítur út. Svo kannski að lokum, þú ert að segja að þessi hérna sé versti leikur allar tíma. Þetta er versti leikur sem ég hef spilað. Á Nintendo 64. Superman 64. Og hvað gerir hann svona lélegan?
Sko, það eru mjög margir sem að bara muna eftir þessum leik og fyrsta borðið þannig að þú bara byrjar og það ekkert sagt neitt hvernig þú átt að hreyfa það neitt. Það hérna tími og það bara mínúta og þú bara, þú veist ekkert hvað þú gera. Og þú náttúrulega Superman og bara, ég var að fljúga, svo eru svona hringir og flýgur í gegnum hringina. En þetta náttúrulega Nintendo 64 og fjærstæringin ekki svo besta sem við höfum nokkuð tíman að nota og þú ert heppinn að geta kannski komist í gegnum 3-4 á þessari mínútu og þegar mínútin búinn, byrjar allt upp á nýtt. Ég hata svona leiki, ég hata leiki sem senda aftur á byrjun og eru nánast vonlausir. Það voru náttúrulega mjög margir þannig. Ég streamaði hann í 8 klukkutíma og ég komst í borð 2. Já, frábært. Það er rosalegt. Ég næri ekki að standa í þannig. Það er bara þannig. Þannig að þessi leikur er líklega þínum mati versti leikur allra tíma. Þetta er bara agalegur leikur. Já. Þannig að eins og þið sjáuð, hellingur að gerast og ef þið viljið sjá meira þá bara flettu upp leikjaranum á, þá ert á Facebook, á Instagram og YouTube, endilega tekkið leikjaran á YouTube og öllum þessum helstu miðlum. Þannig að endilega flettið leikjaranum upp og sjáu hvað Birkir Fannar er að brasa í þessu hellingu meira til að stöffið. Þetta er bara brotaði svo til. Þetta er bara smá. Já, þannig að við hvetjum fólk til að fylgja með og bara ég þakka þér kærlega fyrir að leyfa okkur að kynnast sérstaklega Rob the Robot og það er líklegt að ég taki tilboðinu og fá að fara með hann heim. Ekki. Já, ég fer vel með hann, lofa því.